Heyrðu, velkomin Samar í Sorgarkastið. Takk fyrir. Ég er svo glöð að fá þig. Gott að vera hérna. Já, heyrðu, þú ætlar að segja okkur frá bróðinum, Já. fallega bróðinum, og ég er mjög glöð að þú treystið til að koma, og það er svo gott að fá þitt sjónarhorn líka, hvernig það er að vera systir sem að missir. Já. Hann var svolítið flottur strákur, hann Ibrahim. Já. Hann var rosa bara lífsglaður strákur og bara mér líður eins og hann hafi lifað bara líf álíka við áttræðismann. Já, bara gerst bara svo margt. Já, ég trúi því alveg innilega að allt gerist þegar það á að gerast. Það er ekki hægt að hugsa bara hvað ef ég hefði gert þetta, hvað hef ég gert þetta, og það er líka svolítið eyðilegu fyrir manni að hugsa þannig, af því að þá er maður alltaf í bara ég hefði getað breytt þessu. Og hann átti bara að fara þarna. Þú veist, hann var búinn að segja okkur bara margoft bara ég ætla að vera ungur í himnaríki, ég ætla að fara ungur til alla. Og mér líður eins og hann hafi farið búinn að gera allt sem hann átti að gera. Þú veist, hann var ótrúlega hamingjusamur alltaf, hann elskaði alla í kringum sig og hann var mjög duglegur að segja fólki það. Bara, ég elska þig, vá hvað er gott að sjá þig, ég saknaði þín, má ég fá knús, bara þú veist, og að fyrra bara hoppar hann í fangi á manni og bara byrja að knúsa mann þegar maður kom heim úr vinnunni eitthvað svona, bara, ég er ekki búin að sjá því allan dag, ég saknaði þín. Já, svona greinilega mjög ástríkur. Mjög, já. Og alveg bara svona ólíkur okkur hinum. Við erum kannski svona aðeins meira bara svona höldum aftur á okkur þegar við erum að sýna ást og umhyggju eða eitthvað svona, en hann bara, hann hélt aldrei aftur á sér, hann var bara hér er öll ástin mín, já. Þið þurfa á hann að halda, gjörið þið svo vel. Já, gætirðu kannski sagt okkur hvað gerðist? Hann sem sagt er á leiðinni heim af fótboltaæfingu og það er steypubíll sem er á vitlausum stað, á vitlausum tíma í rauninni, og þetta var sem sagt á svæði þar sem var búið að afmarka vinnusvæði, en það var búið að opna inn á svæðið og hann tók þessa styttri leið til að komast heim í staðan fyrir að beygja aðeins fyrir hjá sundlauginni. Og þetta er í rauninni bara gerist mjög hratt og steypubíllinn fer yfir hann og hann deyr í rauninni samstundis. Og ég man þegar ég fékk símtalið þá hugsaði ég bara nei, hann lenti bara í einhverju slysi, það var bara klest smá á hann, hann er bara í dái, hann er að fara að vakna, ekkert mál. Og lögregluþjónninn þurfti alveg að segja, lögreglumaðurinn í símann bara nei, hann er dáinn, hann dó samstundis, það er bara engin séns, og bara þurfti svolítið að láta mig átta mig á atvikinu, hversu alvarlegt það var. Já, ég get ekki ímyndað mér að fá þetta símtal. Þetta er náttúrulega bara okkar versta martröð að fá svona upplýsingar og í síma. Já. Hvar varstu? Ég var að labba yfir Hverfisgötuna. Ég var að fara að hitta einhverja stelpu og ég var nýbúin að senda henni 1 mínúta í mig er að labba og þá hringir systir mín í mig og ég heyri einhvern gráta. Ég hélt fyrst þegar ég svara símanum að því ég svara bara hæ, hvað segirðu? Já. Að hún væri bara að fara að biðja mig að kaupa mjólk á leiðinni heim eða eitthvað svona. Og svo heyri ég einhvern gráta, ég er bara svona, er allt í lagi með þessu einhver eða eitthvað svona. Svo er hún allt í einu grátandi líka og segir bara, Ibrahim er dáinn. Komdu heim. Og ég er alveg svona að stoppa í miðri götu, ég bara, nei, hvað er það að segja, ég skil ekki. Og bara svona auðvitað afneitunin. Já. Og hún bara, hann er dáinn, komdu heim. Og ég bara snífið á staðnum og hleyp aftur yfir götuna. Ég var lögð mjög nálægt, þannig að tók mig ekki langan tíma og ég komin inn í bíl, ég veit ekki hvað ég var að gera. Manstu eftir þessari bílferð? Ég man eftir þessari bílferð, ég man. Ég bara með gæsum, þetta er svo hræðilegt að ímynda sér þetta. Já, mér finnst alveg smá magna, ég hafi komist heim, ég var alveg brjálu á götunni, sko, og svo fekk ég öll rauður ljós og bara, ég klesti næstu, það var einhver bíll sem svínaði fram fyrir mig með engin stefniljós og ég bara næstu búin að klessa á að því að ég var að keyra svo hratt og ég var með vin minn í símanum allan tíman,
bara að því ég ringdi fyrst í mömmu bara til að fá að verifæja, ég ætlaði bara að því ég var neyri bæ, ég ætlaði beint upp á spítala og hún alveg bara svona rétti lögreglumanninum síman því að hún gat ekki tala lengur í síman og hún bara nei, komdu heim, Já, ekki fara þangað, já, bara, þú ert ekki tilbúin í það. já. Og bara gott hjá þeim að segja þér það, en auðvitað ótrúlega skiljaleg tilfinning að vilja bara fara að sjá hann. Já, ég vildi bara fara beint okkar, ég var nálægt líka. Einmitt. En þau telja mér trú það, ég er bara að koma heim. Þannig að þegar þeir skella á, þá hringi ég beint í vin minn. Og hann er með mér í símanum allan tíman. Okay. Bara hann skellt ekki á. Og bara, ég kemst heim. Ótrúlegt en satt, bara, og líka, engin lítil ferð að keyra alla leið úr miðbæ upp á vellina. Akkurat. Alveg bara, mér fannst þetta endalaust. Svo kom ég þarna inn, loksins komin inn í hús og ég bara brotnaði. Já. Ég bara datt niður, systkini mín komu, knúsuðu mig. Og svo sá ég pappa grátandi. Og þá fékk ég einhvern smá styrk og ég bara stóð upp og fór að hugga hann. Og svo svona bara hægt og rólega gat ég farið að spyrja eins betur hvað gerðist og svona. Og ég held að það hafi verið svona 20 mínútur seinna. Þar sem ég og systir mín fyrir að hringja út símtölun inn í fjölskyldu. Úff. Og já, innan við hálftíma voru þau öll komin. Já. Bara hver og einn. Og þetta var búið að fréttast auðvitað það langt þá. Og þú veist, allir vinir, pappa, allar vinkonur með mig, þú veist, allir bara nánustu og vinir og ættingjar, bara allir komnir, það var fullt hús. Það var smá overwhelming að því að Trúi því. ég fann bara, ég er komin í, þetta verður allt í lækirinn, strax bara. Ég þurfti svolítið að taka það á mig svo aðrir getur grátið. Einmitt. Það er rosalega sérstakt þegar maður er farin að hugga aðra. Ég man alveg eftir því líka þegar fólk... Það var súrrealist. Það var súrrealist. Ég man eftir fyrstu daginn og var fólk að koma og það labbaði inn og sá herbergi hans og það gjörsamlega öskraði og fór að gráta. Og ég man eftir að maður var, þú veist, kannski ekki búin að sofa heldur og svo var maður sjálfur náttúrulega, maður komin yfir alveg fyrsta sjokkið þegar maður er einhvern veginn bara getur ekki hugsað neitt og ég var bara með fólk í fanginu, bara alveg stjörf, rosalega skrítið. Ég hugsaði allan daginn, ég bara, núna labbar hann inn hörðina. Ég veit það. Núna labbar hann inn, bara, þetta er bara einhver annar. Já. Sjálfsagt að hugsa. Já, og bara draumarnir. Já, þetta er ekki satt, þetta er bara einhver mjög raunverulegur draumur. Ég bara var alltaf að dreyma, ég var alltaf eitthvað betur hlítur á draumur, nei, það er það sem fólk hugsar þegar það er í sjokki, ég var einhvern veginn svona endalaust og svo var ég svo ofta að vakna og var eitthvað, þetta var draum, eða þú veist, bara, þetta er, fyrstu dagarnir eru bara, maður er bara einhver allt önnur manneskja, Maður náði ekki að borða neitt. Það alveg þurfti að pína í mig mat, dag númer 2, ég bara fór ekkert inn, bara við vorum öll bara eitthvað stjörf og hann er að fara bara svo þessi tekið fram, hann er að fara af fótboltaæfingu. Já, hann fyrir sem sagt, hann hjólar á fótboltaæfingu og mamma var búin að beða hann fara ekki, því hann var eitthvað smá svona slappur, ekkert eitthvað svona massíft, en hann bara, nei, ég ætla að fara, ég ætla að fara á æfingu. Og það var enginn sem gat skuttla á honum og hann tekur hjólið, fer á æfingu, æfingin búin og hann bara leiðinni heim, æfingin kláraðist 5, 7 mínútur yfir 5 var hann látinn. Einmitt. Og út af því að þú lýsir hvernig hann bregst við og þannig, það er út af því að það er til myndband á þessu. Það er til myndband á þessu. Það er enginn okkar búin að horfa á þetta. Nei, bara ég samt tók það á mig líka að fara yfir allar lögregluskýrslur. Og var í mestum samskiptum við lögfræðinginn í byrjun, ég vildi bara ekki að mamma og pabbi þurfti að pæla í þessu. Og það er eitthvað sem að einhver þurfti að gera í fjölskyldunni, það þurfti einhver að lesa yfir. Já, þetta er bara, þú veist, þetta var lögfræðingur sem okkar var úthlutaður frá ríkinu. Já. Og það náttúrulega bara þurfti að fara yfir hluti og eitthvað svona og ég bara tók það á mig, ég fór á fyrsta fund með honum, pabbi komst ekki. Já. Hann vildi samt koma með, en ég sagði bara við lögfræðinginn, það fer allt í gegnum mig. Bara þú sendir ekkert á mömmu og pappa, sendu bara mig. Ég skal áfram senda það sem þarf,
en ég vil ekki að þau fái bara a whiff, bara, Já. þú veist, ég vil ekki að það eyðileggi neitt daginn þeirra einmitt núna á meðan við erum að gangi í gegnum fyrstu vikurnar Já. og fyrstu mánuðina í rauninni. En það er alveg ótrúlegt að þeir að gera, af því að þetta er náttúrulega, Þetta var ekki auðvelt. nei, alls ekki. jú, þetta er náttúrulega gríðalegt sjokk að lesa þetta, get ég ímyndað mér. Ég var í vinnunni þegar ég fekk skýrslunar frá honum og það voru nokkra skýrslur og það var allt ítarlegt Úff. og það voru myndir og allt og hann var búinn að vara mig við því. Svo ég get ekki ímyndað mér það, Ég það skal er leika þér hræðilegt. Ég vildi líka bara vita nákvæmlega upp á hár hvað gerðist, bara til að vera með allar staðreyndir og allt. Þannig að Þetta lítur að vera annað sjokk. já, ég þurfti að fara til sálfræðings eftir Já, ég trúi því, þetta. Bara í auðvitað. svona EMDR meðferð, bara ég keypti mér við tilhugsunina, sko. Ég bara, einmitt, maður fær bara svona, bara, Já, í dag get ég alveg vitnað í þetta í heilanum á mér og Einmitt. ég er ekki já, að bregðast við í að líkamanum, bregðast við, akkurat. en það var mjög erfitt. Já, Ég man líka fyrstu vikurnar, þá var ég í einhver svona panic attack móti konstant. já, varstu Ég að fá gat bara ekki- kvíðaköst eða varstu Ekki bara beint, einhvern en mér leið eins og ég var bara í löngu kvíðakasti. Já, Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra, en bara hvernig Já. ég andaði, Já. ég anda alltaf bara, já, þú veist, akkurat. ég andaði ekki eðlilega. Nei, Á þessum tíma vorum við öll systkinin, en þá bara í húsi, mamma og pappa. já, Ein flutt út núna, en þannig Já. að hvað eru þið mörg sískinin? við erum 5. Þið eruð 5, Já, já. Ibrahim var yngstur Já, að verða 9 ára, 9. janúar. Og hann var mjög spenntur yfir því, hann var mjög spenntur að verða 9 ára, 9. janúar. en þeir eru nýbúin að upplifa ammælistægin. Við erum nýbúin að upplega ammælistæðinu með 2, Já. hann hefði verið 10 ára núna á árinu. Já, Já, og í fyrra gerðum við rosa mikið í kringum ammælistægin hans. Við vorum með svona tilboð, 999 krónur á veitingastæðinum okkar, Shalimar. Og uppáhaldsréttirnir hans á þessu tilboðsverði. einmitt. Og það var bara, ég auglýsti bara deginum fyrir Já, og það var 4 klukkutíma röð út. vá, Fólk ó, beið í hvað það er 4 fallegt. tíma. Forsetinn kom, Guðni, og bæjarstjórinn. Og þetta var bara svo fallegt og svo allir vinir hans með foreldrum sínum kvöldið komi og borðuðu kvöldmat með mér og mömmu á efri hæðinni á veitingastæðnum. Og bara við svolítið svona héldum mjög vel í minninguna hans. Það var bara allir að minnast hans þennan dag. Og núna í ár þá voru við bara smá í einhverju svona burnouti. Já, ég held að sé ótrúlega algengt. Ég var allavega að heyrta frá fólki að sko fyrsta árið og allt þetta fyrsta skipti, fyrsti ammælistagurinn, fyrsti dánadagurinn, hann er allt öðruvísi heldur en síðan næstu. Og ég veit ekki hvort það er út að það er þessi svona endanleiki eða maður er þreyttari og þú veist, það er bara svona alls konar sem spilar inn í örugglega. En ég, Adrenalín held ég. minna adrenalín, já, algjörlega. Maður einhvern veginn hafði svo mikið kraft í byrjun sko að því að maður var bara að ganga á einhverju svona auka batterí sko og síðan klárast það og það er svo margt sem ég er með í hausnum mínum sem ég langar að gera Já. en ég bara er einhvern veginn bara við tókum sko fyrsta afmælisdaginn hans Gunna eftir hann lést þá vorum við með svakalegt plan. Já. Og við vorum alveg bara, ok, hvað við þessu eigum við að gera og hverju eigum við að sleppa. Og það var ótrúlega erfitt og maður langaði bara að gera allt. Þú veist, ég var bara með alls konar hugmyndir, ég var bara verðum einhvern veginn að gera daginn eins og hann hefði viljað hafa hann og fórum og slepptum afmælisbröðurum með fjölskyldunni og við fórum öll í sund, þú veist, vinir og fjölskylda og svona sem var uppáhaldið hans sko, borðuðum þú veist pítsu á veitingastað saman og síðan gerðum við svona ávaxtaköku og fórum með á leikskólann hans. Ég og Maggi reyndar treystum okkur ekki til þess að fara þannig að mömmur okkar fóru. Okay, Ég bara er núna bara eitthvað svona hvað af þessu eigum við að halda í og hvað er bara út þetta var alveg, ég var alveg búin á því marga vikur eftir þetta sko, þetta var alveg alveg. Já, við bara öll sko krössu eftir daginn. Já. Það var svo mikið álag einhvern veginn og maður var bara í einhvern svona bara ekki beint survival mode en líka bara svona
ég held að þetta sé bara adrenalínið í Já, rauninni, bara já. þú veist, hélt manni gangandi, bara þetta gera þetta, Já. þetta og svo þetta, þú veist, Já. við fórum í gamla skólan hans, Mhm. hann var hérna í Ísaksskóla og Mhm. nýkomin í Raunvallaskóla í rauninni, og fórum í Ísaksskóla með nælur, Já. þú veist, og hérna gáfum öllum bekknum hans og öllum kennurunum Æi. og þau sungu afmælisönginn fyrir hann og svo fórum við í kirkjugarðinn til hans og þú veist, Mhm. seinasti maturinn sem hann átt að borða, náði því aldrei, það var brauð með sultu og osti, svona Mhm. hindberjasultu og pabbi gerði fyrir hann og hann sagði bara, vá pabbi, þetta er svona matur úr himnaríki. Mhm. Þú veist, notaði þessi orð daginn sem hann dó. Svo alltaf núna 30. október á dánardaginn hans munum við borða þetta. Já. Og líka í bæðiskiptun afmælinu hans þá var Já. þetta morgumaturinn okkar líka. Já. Og við erum það til að taka þennan morgumat í kirkjugarðinu og borða með honum svona, Mhm. svona þannig moment. En einmitt núna þá bara, ég spurði mitt pabbi eitthvað, já, ef ekki að gera þetta aftur, þú veist, ég held að þetta er góð leið til að minnast hans líka bara á afmælisdaginn hans, Mhm. og sakar ekki að svo á veitingastæðurinn afmæli 10. janúar, þannig að þetta er svona góð tímasetning fyrir það líka, Mhm. en við vorum bara, nei, Já. bíðum aðeins með þetta. Já. Tökum þetta en aðeins setna, bara þú Já. veist, við þurfum aðeins að jafna okkur sjálf. Já, og ég held að það sé líka bara svona kraftur í því að maður, þú veist, má ekki vera með ómikla pressa á sér. Nei, Þú maður veist, má að því bíða þetta- með Já, eitthvað. það er alltaf lægi að bíða, Já. það er alltaf lægi að taka annan dag í þetta eða bara finna, heyrðu, ég bara treysti mér ekki, maður veit nefnilega aldrei með sorgina, hún er, þú veist, hún er svo lúmsk stundum, Akkurat. og maður er bara að ætla sér alls konar og síðan bara getur maður það ekki. Og þetta bara stundum alveg kýlum mann niður, sko, og þá má maður bara vera liggjandi í smá stund. Akkurat, Það er bara allt í lagi, sko. Ég allavega mæli með að fá ykkur uppáhaldsmatinn hans Já, allavega. já, Það er eitthvað svona, að því maður getur bara svona já, minnst hans þegar maður er að borða bara. já, Og það er alveg kósí og huggulegt og Já. jafnvel að við takjum matinn bara í kirkjugarðinn til hans. einmitt. Svo svona borða Einmitt. með honum. Gerðum það á afmælinu, líka. Já. Við fórum með köku á, fórum með köku á afmælinu hans og borðum það, fórum öll fjölskyldan, borðum það þar, sko. Það var ótrúlega leiðilegt veður og rigning, vorum öll einhvern veginn svona undir eitthvað svona að reyna að, þú veist, passa Já. kökuna, gerðum svona Peppa Pig köku, eða ég pantaði hana frá Rósa Bakar, ótrúlega fallegt. Ég bara sagði henni, þú veist, hann elskaði tónlist, hann elskaði þetta, Peppa Pig, eitthvað svona, sagði alls konar og þannig ég vissi ekki hvernig hún myndi vera kakan. Þannig að það var svolítið skemmtilegt að bara fá hana síðan. Það var þetta óslega fallegt. Ótrúlega fallegt, notum fallegri orð. Á afmælisdaginn hans, núna 9. janúar, þá við förum í kirkjugarðinn og það er alltaf bara, þú veist, erfast fyrir foreldra mína, alltaf. Og ég spjalla mjög oft við hann. Og ég segi eitthvað við hann bara svona eftir að þau eru farin aftur inn í bíl, bara eitthvað, Ibrahim, þetta er erfiður dagur fyrir okkur, nennirðu að gefa okkur einhver ummerki þig. Sérstaklega fyrir mömmu og pappa, bara svona aðeins til að hlúa að þeim. Og frænka mín, hún er að vinna í grunnskóla. Einhvern tímann seinna yfir daginn þá fær hún bara ótrúlega sterka tilfinningu að hún er að snúa sér við í kennslustofunni. Og hún gerir það og það er svona bókahylla. Og hún finnur bara ég á að taka þessa bók út, tekur út bara einhverja random bók og opnar hana á random blaðsíðu og þar var ljóð sem heitir, held ég, ef ég fer orðrétt með þetta, I'm not there anymore, eða I'm not here anymore. Og þetta var ótrúlega fallegt ljóð einmitt, einhvern sem er látin, sem er að segja, ég er ekki ennþá í kirkjugarðinum, en ég er í kring, þú veist, ég er farin. Og það var rosa svona, þú veist, ég með þetta í símanum mínum, ég get lesið þetta fyrir þig að þú vilt, þetta er á ensku, og þetta var bara eins og hann hafi sagt henni, lest þetta, send þetta áfram, af því að þetta var bara eins orðrétt, eitthvað sem við þurftum að heyra. Já. Svona ótrúlega fallegt hljóð. Einmitt. Og ég fekk ekki að heyra þetta fyrir en daginn eftir að hún hafi fundið þetta ljóð. Já. Og ég fekk bara, wow, Já. hann bara sendi ummerki. Já. Og mamma og pappi bara bæði þau lásu þetta, þau bara, vá. Þú veist, þetta alveg gaf þeim ótrúlega mikil styrk og mamma alveg talaði um það bara,
að þetta hafi bara róað hana niður, ekki það hún er ótrúlega sterk fyrirfram, bara vá, ég hef ekki séð svona sterka konu bara í lífinu mínu, hafa mist barnið sitt og bara hún er alltaf tilbúin að tala um hann, hún brosir og bara, hún getur farið með ræður fyrir framan fólk og bara eins og enginn sem morgundagurinn og bara, hún er að gefa okkur styrk mjög oft, þú veist, frekar en öfugt. Og það er kannski, þú veist, trúin á mjög stóran part kannski í því fyrir hana, þú veist, þegar maður er kannski svona tengdur trúnni að bara vita líka bara hann er á besta stað sem hann gæti verið, við munum hitta hann einn daginn, þetta er smá bara eins og hann sé komin í frí, þú veist, ef maður hugsar um það þannig. Já, ég get trúa því að trúin sko hjálpi bara alveg fálega mikið, algjörlega. Mjög mikið, við bara, pabbi var byrjar að vinna aftur mánuði eftir og sömulegis flestir, ég var eitthvað svona smá byrjuð en tók mér aðeins lengri tíma að fara í svona fulla rútínu en við bara, þú veist, auðvitað erum við alltaf syrgjandi og þetta er bara einn dagur í einu rauninni, bara leið þetta gerist, maður er bara komin í annan gír í lífinu, maður er ekkert endilega að plana langt í framtíðina. Nei, akkurat. En að vera komin aftur á vinnumarkaðinn og geta farið að lifa bara svona eðlilegu lífi í rauninni, þú veist, í gæsalöpum, svona fljótt eftir missin, ég bara, ef það væri ekki fyrir trúna þá held ég að við værum ennþá bara í daginn í dag, bara ennþá brotin og að ná okkur úr þessu. Þannig að það munar öllu í rauninni að hafa trúna bara til að hjálpa manni að halda áfram. Og með sálfræðingur sagði líka við mig að því að þú veist, ég er ekki búin að vera sama manneskjan, þú veist, líka bara ég er í námi og ég er einhvern veginn ennþá ekki að ná að sinna því almennilega. Nei, mitt. Og það, hún sagði bara, þú ert í einhverju heilaþoku. Legðu þetta bara smá á hilluna, þangað til þú treystir þér til að taka upp þráðin aftur og vertu bara dugleg að fara í göngutúra, fara út í náttúruna. Þú veist, það hjálpar svo mikið, ferska loftið og bara smá svona, að bara kúpla þig út frá raunveruleikanum, vera bara inn í þinni búblu með þú veist að. Og ég er svona búin að vera að tileinka mér þetta meira og meira. Ég er ótrúlega lélega að gera þetta einsamt. Mér finnst alltaf betra að hafa einhvern með mér í þessu. Ég er alveg sammálaður þar. Ég þarf alveg stundum smá pepp, sko. Alveg 100%. Svona einhvern sem dregum hann, sko, það hjálpar ótrúlega mikið. Og líka bara hafa einhvern til að spjalla við, jafnvel þá að sé bara hvað ætlar að hafa í kvöldmat, skilur. En bara svona, samskiptin. Við einhvern sem að treystir, gott að hafa í kringum, þú veist, manni líður vel, nálægt og eitthvað svona. Það munar öllu, því að mér líður eins og ef ég er að fara sjálf og ein í göngutúrana eða að fara út að hlaupa eða þú veist, gera eitthvað svona, þá er heilinn minn á fullu. En það er náttúrulega líka gott. Það er líka gott, en ég alveg smá forðast það smá. Ég skil það. Ég hef verið að sko fara svolítið með AirPods, þú veist, í eyrunum og vera að hlusta á mig niður að labba. Ég var eitthvað að segja við sálfræðinginn minn. Hún eitthvað svona, verður líka leyfa þér að hugsa, skil, ég veit að það er erfitt að vera ein og vera, en sko málið er að þegar maður fer að labba, að þá fer maður í svona úrvinnslu oft. Þú veist, í hausnum og það er það sem er náttúrulega erfitt en það er líka svo stór partur af því að það er gott að fara í göngutúr út af því að þá er maður að hreyfa sig og þá fer þetta á stað, sko. Ég er dugleg að fara ein í kirkjugarðinn og taka morgunmatinn minn með mér. Já, ég sé það, á netinu. Og oh my god, senast þegar ég fór með morgunmat þá var ískalt, það búið snjóir allt og það var rok. Og ég bara var að krokna hann kulda og borða. Það er svo, við erum sem sagt, þeir eru báðir gerðar hérna í Grafarvogs. Já, hvað heitir hann? Gufuneskirkjugarður. Gufuneskirkjugarði, já. Og það er svo kalt þar. Þetta er bara svona, ég vakna og ég bara, mig langar til hans. Og þá segi ég bara, ég er farin. Já. Þú veist, og vanalega er ekkert að segja hvað ég er að gera. Þú veist, ég vil ekkert að þau sé að hugsa úti. Ég er bara, ég er að fara út að borða. Fá mér morgunmat einhvers staðar úti. Og ég fer bara hvað sem ég er að kreyfa þann dag og tek með mér í kirkjugarðinn og er bara að spjalla svo við hann, sita þarna, er að segja hann hvað er búið að koma upp á í lífinu, hvernig mér gengur, hvernig fjölskyldan er, spyr hann svona, hvernig hann hefur það uppi og eitthvað svona og svo deili ég alltaf matnum með hann, setja alltaf smá bita fyrir hann líka og það eru örugglega einhver fugl sem borðar þetta, skilur við. Það er bara gott. Þú veist,
næst alltaf ég með tandúri kjúkling fyrir hann, Já. ég var búin að lofa hann tandúri kjúkling senast þegar ég var hjá honum. Fallegt að þú getur talað við hann Já, á þennan og hátt. það er Já. einmitt mómenti fyrir mig, það sem ég bara svona einmitt, Já. það er engin með mér, ég er opinskátt að tala við hann, Já. ef ég vil gráta þá græti ég, skilurðu, Mhm. og þá, já, það eru svona mómentin þar sem ég leifi heilanum mínum að Já, ráfa. já, og meina maður getur auðvitað, þú veist, maður getur ekki alltaf verið í þessu, Nei. þannig að auðvitað er líka bara allt í lagi að stundum bara finnum maður bara, heyrðu, vá, mér langar í göngutúr og mér langar í, þú veist, í þetta sko, Já. þessa útiveru og svona, en ég er ekki þar að ég vilji fara alveg í hérna að hugsa, það er bara líka allt í lagi, maður þarf bara að finna það hjá sér. Svo er alltaf bara korter í grátur. Já, Ég hef aldrei grátið jafn mikið og síðan hann dó og ég var ekki mikið fyrir að gráta fyrir það og mér líður eins og ég sé bara búin að gráta fyrir allt lífið mitt, Ég veit á það, þessu eina já. ári. Og ég hef bara leyft mér það í hvert einasta skipti, en ég á einhvern veginn erfiðara með það í kringum fólk og þá sérstaklega fjölskylduna mína. Og þess vegna geri ég stundum bara í einrúmi já, og þá held ég líka að ég sækist meira í það einmitt að hafa einhvern með mér þegar ég er að hugsa andlegu heilsuna, já, bara því að þá vil ég ekki vera að gangi í gegnum að Já. brotna niður eða eitthvað Nei. þannig. og bara sorgin er öðruvísi þegar maður fær að deilinni og stundum er bara ótrúlega gott að fá að hérna svona fá lánað eira sko og meira sé þótt maður sé ekki að tala nákvæmlega þetta, bara einhvern veginn að hérna og maður passi svolítið upp á það að maður sé að segja alls konar upphátt. Akkurat. Því ég er rosalega fegin að það sé þessi vitundavakning andlega heilsu og sorg og hérna það er einmitt eins og þú ert að tala í vinnunni bara, þú veist, svigrúm og svona sko, það er svo ótrúlega jákvætt að það sé verið að tala þetta og að það sé verið að sko, hérna bara fólk sé í alvörinu að leita sér hjálpar núna, að það sé ekki svona aðdánavert að komast í gegnum eitthvað án þess að fá hjálp, út af því að það var svolítið kannski, Þetta var svolítið tabú. og var einhvern veginn svona, þú veist, ef þú hérna, komst í gegnum eitthvað erfitt og þú bara fórst á hnefanum og varst ótrúlega sterkur og varst ekki að gráta, þá varstu flottur. En mér finnst það eiginlega vera öfugt, að þegar þú getur farið inn í þetta, það er svo mikill styrkur í því, að því að það er erfitt. Ég finn svo til með fólki sem leyfir sér ekki að finna fyrir þessum tilfinningum. Það má allt bara vera gott eða þú þarft að harka af, bara sem leyfir sér ekki að gráta, leyfir sér ekki að syrgja. Líka bara svona, eins og ég var sjálf þessi manneskja áður en hann dó, bara ég má ekki gráta við þessu, þetta er ekki, þetta á ekki skilið mín tár, eitthvað svona, Já, alveg svona ótrúlega hörða við sjálfa mig og bara, ég má ekki gráta við x-hlutum og eitthvað svona og það var mjög sjaldan sem ég leyfði mér að gráta í rauninni og leyfði mér að finna og ég man bara að þetta fyllti upp mælinn svo mikið að stundum sprakk ég. Já, akkurat. Og þetta er svo óheilbrigt Já. fyrir líkamann af því að eins og við erum að finna fyrir góðum tilfinningum þá er líkaminn gerður til að finna fyrir vondum tilfinningunum líka og við eigum að leyfa okkur að bara leyfa öllum tilfinningar úr sér bananum Já. að njóta sín, ef ég má orða þetta svona, þú veist, Já. það þarf allt að koma út. Mamma spurði mig til dæmis daginn, hún bara, hérna, þú veist, þú mátt gráta fyrir framan okkur, þú veist, þú mátt, hérna, þú veist, vera leið fyrir framan okkur og ekki það þegar sé mig í alls konar ástandi, sko, en ég er kannski ekki svona oft bara eitthvað á daginn að gráta fyrir framan fólk, svona, já, ég myndi ekki segja það, en máli er að ég er ekki eitthvað, núna ætla ég að passa mig að gráta ekki, það er ekki þannig, heldur bara sorgin hellist yfir mig þegar ég er ein, þá bara kemur hún sko, svona sterkt inn. Það er komið hljótt í kringum þig. Það er komið hljótt í kringum. Já, þá hellist yfir mig og fyrir að hugsa eitthvað, heyrðu já, þetta er eitthvað í hug, þú veist, hann fekk aldrei upplega þetta eða vá hvað, hérna, þeir bræðirnir myndu njóta sér mikið í þessu saman. Þannig að það er ekki beint það að maður sé einhvern veginn að reyna en að ekki gráta fyrir fram fólk heldur að það bara kemur meira til manns þegar maður er einn. En hvernig ertu með svona bjargráð? Ef þú hugsar, þú veist, hvað hefur hjálpað þér mest í sorginni? Sko, alveg magnað hvað við höfum oft fengið með svona skilaboð frá honum, bara það er í lagi með mig. Ég man, hérna, það var minningarathöfn fyrir hann í hérna kirkjunni í Hafnarfirði og vinur frænda míns var símtal
frá pabba sínum í Frakklandi sem býr í Frakklandi og pabban segir, hvar ertu? Og hann bara, af hverju? Bara, hvar ertu? Það hérna strákur sem heitir Ibrahim sem hjá mér, lítill strákur, og hann að spyrja mig af hverju þau að gráta. Hvar ertu? Og hann segir, ég í minningarathöfn fyrir litla frænda vina míns sem heitir Ibrahim og var að deyja núna mánudaginn og þetta var 50 Já. Og hann segir, já, hann hérna hjá mér. Segðu þeim að hætta að gráta. Hann skilur ekki af hverju þeir að gráta. Þeir bara vera hamingjusum og vera hlæjandi. Og svo skellar hann á. Þetta var rosa svona kalt samtal eitthvað. En hann víst svona sér alls konar. Og Ibrahim hefur verið bara komin til Frakklands þarna. Kom einhverjum skilabóðum áleiðis í gegnum hann. Og hann segir einmitt frænda mínum og frændans segir okkur öllum. Og við vorum bara, wow. Ok. Og þetta var bara eitt atvik. Og í sömu minningarathöfn, það var einhver stelpa sem kemur eftir athöfnina og það eru allir að knúsa okkur og samreikjast og eitthvað svona. Og hún kemur og sest hjá mömmu og byrjar bara að brosa til hennar. Tekur bara í hendurnar hennar, krýpur svona niður á gólf og heldur bara í hendurnar hennar og bara brosir til hennar. Og hún sleppir henni ekki. Og mamma var brotin þegar hún labbaði inn. En svo því meira sem horfði á stelpuna, því meira fór hún að brosa. Og hún búin að vera þarna ótrúlega lengi, þannig að ég bara svona, vill ekki bara setjast við hliðina á henni, þú veist, ekkert að fara, bara sestu við hliðina á henni, því að bara fólki beið bara, sko. Já, og ég eitthvað svona, hvaða stelpa þetta? Þetta systir þessa mannesku? Þetta þessi? Hvernig þekki ég hana? Ég kannast svo mikið við hana. Og svo þegar allir eru farnir, þá ég bara, hvað heitirðu? Hver ertu? Hvernig þekkjum við þig? Og hún bara, ég heiti þetta og bara, ég held við þekkjumst ekkert. Ég var bara í göngutúr þegar ég sá himininn og það myndi mig á þegar afi minn dó, af því að þá var himininn svona fallegur. Og ég fór bara að elta himininn og enda í kirkjunni og hér voru öll þið samankomin, svo ég ákvað bara kom inn. Fallegt. Já. Og okkur líður svona eins og Ibrahim hafi sent hana. Bara til að gefa mömmu styrk þennan dag. Já. Af því að hún gjörbreyttist. Og hún á afmæli 10. janúar. Já, Degi eftir Ibrahim. Já. Og þetta var bara eitthvað svo magnað. Við fengum alveg mat, þú veist, í heimsókn, í mat bara alveg svona eftir á og spjöllum mikið við hana og erum ennþá í samskiptum í rauninni við hana. En þetta var svo magnað. Þannig að þetta hefur verið fyrir ykkur fjölskylduna hjálpað svona þessi tákn sem að þið sjáið svona sem í rauninni frá honum. Já. Og þú veist, oft sem við finnum fyrir honum á svona mismunandi tímum, mér finnst ég að hafa séð hann stundum, bara svona í skýjunum eða einhvers staðar það sem glittar í hann, eða ég fæ bara ótrúlega sterka tilfinningu, hann hjá okkur. Og þá fæ ég allt í einu svona bara, wow, ok, hann í hvítum ból, hann í gráum buxum, eða hann í þessu eða þessu. Og bara eitthvað svona, ég get ímyndað mér hann fyrir fram að mig og ég get ekki útskýrt þetta. En þetta er ótrúlega sterk tilfinning sem kemur. Já. Og þá ég alltaf bara við, með fjölskyldunum bara, ég held að hann sé hérna. Já. Og það fullt af fólki sem ég þekki sem á það til að sjá dáið fólk. Og þau hafa öll fundið nærveru hans eða jafnvel séðan í kringum okkur. Eða þegar maður fer að tala hann eða eitthvað svona. Og það rosa hughreystandi. Og í hvert einasta skipti það sömu skilabóðin. Ekki gráta. Þú veist, ég bara mjög góðum stað. Og hann vill bara að við höldum áfram að vera sterk og lifa lífinu og þú veist, ekki detta í leiðilega gýrin, eða þú veist, fattar mig. Ekki að tínast ekki að tínast sjálfum sér. Já, og tínast í sorginni. Akkurat. Út af því að það auðvitað eins og við erum búin að segja, mikilvægt að finna alla tilfinningar og svona, en það mjög svona stutt í að maður geti bara alveg bara sokkið og bara kemst ekki eftir upp og það svo erfitt þegar maður fer þangað, sko. Og líka bara talandi hvað trúin hefur hjálpað mikið. Það í Kóraninum, við erum svo múslimar, það í Kóraninum að það fullt af sálum í himnaríki
sem segja bara við alla bara, ekki vera að senda okkur niður á jörðina, við viljum ekkert fara héðan. Og hann bara eitthvað, það verða allir að fara niður, það bara hvernig þetta virkar, en ég skal kaupa ykkur upp fyrst. Þú veist, þið megið koma á þannig tíma að þið eru 100% að fara að koma aftur til mín. Og hann hefur bara verið ein af þessum sálum. Af því að frá því að hann var lítill, ég get ekki talið á puttum hversu oft hann sagði, ég ætla að vera ungur í himnaríki. Mig langar að hitta alla ungur, það er ekki gaman að vera fullorðinn og mig langar ekki að verða fullorðinn. Og einhvern tímann sagði systir mín við hann, Ibrahim, núna þarf þú að haga þér svona aðeins fullorðnari manneskja. Þú veist, þú ert að eldast. Og hann bara, nei, ég ætla ekki að eldast. Já. Og bara viku áður en þetta var í seinasta skipti sem ég man eftir því að hann sagði, við vorum með mataborðið og hann eitthvað fá sér bita og hann bara, ég ætla að fara ungur til himnaríkis. Ég ætla að hitta alla ungur. Og við erum bara, Ibrahim, hætt að segja þetta, þú veist að orð hafa meiningu, bara, viltu gera svo, hvað, þetta er satt? Hann var búinn að segja okkur og svo stundum sagði hann, þið eru bara jarðarfjölskyldan mín, ég bý ekki á jörðinni, ég bý út í geim. Og þú veist, ég er með Instagram síðu fyrir hann. Já. Minning.Ibrahim, ef ég man það rétt. Já, sorry. Og ég hef ekki verið mjög dugleg að deila þarna inn á, en ég var mjög dugleg og er að reyna að koma mér aftur í þann gír. Bara hluti sem hann sagði, hvernig hann horfði á lífið, af því að hann sagði bara mögnuðustu hluti stundum og við sátum það og vorum bara, hvernig hugsaðu bara út í þetta? Já. Bara þú er svo lítill, hvernig ertu svona vitur? Og það er alveg magnað og bara samheldnin, hann kenndi okkur mjög mikla samheldni. Þú veist, við fjölskyldan hefum alltaf verið rosalega með svona family oriented og duglega hittast. Ég meina, pabbi á 5 systkini, þau eru 6 samtals og 5 þeirra eru á Íslandi með sínum fjölskyldum. Þannig að við erum, þú veist, við erum alls ekki einmana. Einmitt. Verandi innflytjendur. Og það bara eftir að hann fór erum við orðin svo mikið sterkar einhvern veginn. Bara tengslin okkar, duglega hittast og ég held að það sem hann skildi eftir sig var einmitt bara lifðu lífinu bara til hins fyllsta. Já. Og elskaðu allir kringum þig, gefðu eins mikla ást og þú getur til allra í kringum þig. Þú veist aldrei hver þarf á því að halda. Nei, maður veit ekki hvað fólk er að gangi í gegnum. Já, og einmitt bara samheldnin. Já. Að bara vera til staðar fyrir hvort annað og bara, og mér líður stundum eins og það er smá ábótavant í samfélaginu. Fólk er svolítið hver fyrir sig. Já. Og mér langar bara að fólk tilengja sér það í alvörunni að bara vera dugleg að hitta fólki í kringum sig eða þeir sem eigingan í kringum sig eða er einhverja einmana, þú veist, það má alltaf heyra í mér og minni fjölskyldu, þú veist, við erum alltaf tilbúin og þú veist, meðal annars þeirra verkefna sem við erum að vinna að með minningarsjóðun hans sem við erum að halda uppi fyrir hann er einmitt að við viljum geta gert smá griðarstað fyrir alla bara sem geta komið og leita sér einmitt bara hjálpar eða það þarf bara eyra til að hlusta eða það er bara knús, bara má vera hvað sem er. Já. Eða til að koma og biðja, skilur við, það má líka. Bara að sé svona þetta samfélag. Já, þú veist, við viljum svolítið, þú veist, eins og hann var, við viljum koma því svolítið frá okkur líka og geta gefið það út í heiminn. Já, og þetta er náttúrulega það sem að dauðinn gerir oft, er að hann minnir mann á að lifa. Það er svolítið þannig, sko. Og ég, þú veist, þegar ég hlusta á þig og við höfum hist áður, er að það sem gerist hjá mér er að eða ekki segja að ég verði öfundsjúk, en ég samt sko að einhverju leyti öfundaði hvað þú sko ert staðföst í því að trúa eins og til dæmis þessum merkjum og svona, og ég var alveg upplifað eitthvað sem ég svona, er þetta, þú veist, merki frá honum, en ég hef ekki þessa svona biluðu, sterku tilfinningu, bara já það er rétt, heldur ég meira svona, ég vona það. Og kannski verði ég einn daginn þar, ég veit það ekki, en ég hef svona fundið þessi sko,
bara eins og til dæmis í kistulagningunni. Það var svo miklu erfiðar en ég held að myndi vera. Og ekki það ég vissi, þú veist, ég var mjög kvíðin sko, en ég bara fer í rauninni í bara held að heiti hugðurof. Ég bara alveg aftengist sko. Ég byrja bara að öskra og og ég fer upp á stól. Ég man þetta sko rosalega skringilega. Ég bara hann tekur, þú veist, var svona yfir andlitan hans, svona klútur eða hannig. Og bara þegar hann tekur hann af þá bara, þú veist, ég fæ bara svona, eins og ég færi úr líkamanum sko. Þetta var bara svo mikið áfall. Ég bara, já, öskra og fer upp á stól og ég segi, þú veist, að þetta sé ekki hann og ég bara algjörlega, bara þetta var bara versta augnablik lífs míns sko. Og síðan kemur fjölskyldan inn þegar ég er búin að jafna mig og ég ligg og ligg á Magga í kistulagningunni og bara horfi niður, þú veist, ég er bara eiginlega svona í bara grúfu sko og get ekki, er ekki á staðnum og allir eru að kveðja hann og svona og síðan heyri ég eitthvað hljóð og er eitthvað svona, hvað er þetta? Og þetta er ótrúlega hátt hljóð og fatta þá að þetta sé býfluga og bara, þú veist, eitthvað svona sest upp og þú veist, er að reyna að sjá hana. Það var svo skrítið og og allir einhvern veginn svona taka eftir þessu smá og síðan eftir kistulagninguna þá stend ég úti og fyrirverandi kærasta bróður míns og hún kemur til mín og hún er frá Írlandi og hún segir sástu býfluguna? Ég segi já. Ég bara, þetta var svo skrítið eitthvað, hún einhvern veginn braut svo mikið upp svona andrúmsloftið. Hún breytti svo mikið einhvern veginn, þú veist, og þá gat ég sest upp og þá horfði ég á alla kveðjan. Restina sem sagt. Og ég bara gat það ekki fyrir. Þannig að svona kom eitthvað svona moment og hún segi, já, í ískri trú þá er býflugan svona eina dýri sem getur ferðast á milli heima. Og það bara, eftir þar, þá var ég einhvern veginn bara alltaf að sjá býflugu og ég var orðin bara og svona smá skrítin með það, þú veist, ég er bara eitthvað, hæ, ef ég sé býflugu, hvað tala við hana og ég bara átt svo falleg augnablik þar sem ég er á erfiðum stað, það hefur gerst rosalega oft, þar sem ég er á stað, þar sem ég bara, ég vill ekki hitta neitt, ég vill ekki tala við neitt og ég er kannski, þú veist, út í garði eða bara inn í herbyggi og það kemur býfluga og bara svona, þú veist, sest ótrúlega nálagt mér eða daginn sem var jarðaður þá var ég ein heima eftir, út ég vildi ekki fara í erfidrykkjuna og þá kom býflugin úr gluggann þegar ég og Maggi giftum okkur í garðinum, þá kom býflug á milli okkar þannig að það er til mynd þar sem að við erum, sem sagt Gunnar var á milli okkar mynd af honum og síðan stöndum við tvö og þarna að vera að gifta okkur og það er býfluga bara inn á þannig að þetta hefur alveg hjálpað mér, þannig ég tengi alveg við þetta ég bara vildi að ég gæti trúað í jafn heitt og þú kannski einn daginn, já og ég finn alveg að þetta gerir ótrúlega mikið mjög mikið og þá er maður svona, ok, og þú veist ég hef verið hágrátandi og síðan kemur býfluga og ég bara svona fer að hlæja, þú veist ég bara, ok fór að rifja upp svona eftir þetta býflugna dæmi byrjaði, fór ég að rifja upp út ég var með honum viku áður en hann dó, þá vorum við út í garði og það var ótrúlega mikið af býflugum sko í garðinum okkar og hann var búinn að vera einhverju svona, það var eitthvað mjög fyndið tímabil sem var eitthvað ótrúlega hræddur við flugur bara svona lífsrættur sko, hann var bara kom fluga og hann bara hljóp inn og bara fluga eitthvað svona, ég bara hvað, þú veist bara eitthvað húsfluga sko svo kom býfluga til okkar og var svona í kringum okkur og og ég eitthvað, hvað, ertu ekki hrædd við býflugur? Og hann eitthvað, nei, amma segir að þær séu góðar. Þær eru bara góðar flugur. Ég bara, ok. Og ég myndi þetta þegar að, sem sagt, þetta var sagt um mig í kistulagningunni. Þá var ég bara að byrja, hvað var hann að segja um býflugur? Einhvern veginn það svona rifjaði stað upp fyrir mér. Hann sagði stundum, kallaði mig krummi og núna sé ég það allstaðar. Já. Og það hefur verið magna, ég hef kannski verið að tala um hann og nákvæmlega þetta, að hann hefur sagt þetta, kannski að segja einhverju frá þessu og einmitt þá flýgur krummi fram hjá eitthvað og við erum bara já, það er svo magna já, og þú veist líka bara, að því það er svo mikið af þeim í kirkjugarðum og svona og það er eitthvað svo róandi
þegar maður situr þarna hjá honum og maður heyrir bara krummana vera, hvað er orðið? Kráka, krummi, Já. já, vera krunga og eins og bara núna ámælisdaginn hans þá pabbi var bara, hann var bara brotinn sko. Og ég heyri allt í henni í krummanum og ég horfi upp og ég fyrir að brosa og sömulegis frænka mín, litla systir pabba og mamma horfa upp og við erum bara allar þeirra brosandi og svo horfum við á hver aðra og ég bara, hann er kominn. Krummin fyrir mér, bíflugan fyrir þér. Já. Þetta eru bara þeir að senda okkur ummerki að þeir eru ennþá hérna af því að við sjáum það ekki, það er einu munurinn, þeir eru ennþá þú veist, orkan þeirra, sálin þeirra, allt þetta, þú veist, þetta er allt í kringum okkur ennþá og það mun alltaf vera og þetta mun fylgja okkur bara allt okkar líf og það er bara svo gott að trúa að svo fáum við loksins að sjá þá aftur. Þetta er bara smá svona sjáumst. Já, við, eins og ég hef sagt þér, sko, þá hefur við náttúrulega svona bara strögglað svolítið þarna, sko. Vorum ekki trúið fyrir svona þannig, kannski einhver svona barnatrú frá æsku, þú veist, en ekki svona, ekki þannig trúið, sko. Þannig að það var rosalega bara krefjandi þegar presturinn kom inn og svona, við vorum náttúrulega líka bara í svolítið afneitun, sko, og þegar hann labbaði inn á spítalanum og við vorum nýbúin að fá að heyra að hann myndi ekki vakna, að þá bara horfðum við á hann og við bara, nei, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði, ég man ég setti eitthvað svona upp höndina, en það var líka bara þetta sjokk að hann var að labba inn, sko, og svo bara var þetta, sko, Hjalti prestur, sem var sjúkrahúsprestur þá, hann var bara einn af þeim sem að kom okkur í gegnum erfiðustu dagana. Hann eiginlega, ég held að við hefum ekki opnað okkur almennilega við neitt, sko, fyrstu vikurnar heldur en hann. Af því að þetta var svo sárt fyrir alla aðra líka náttúrulega og við fundum það, sko, að fólk var bara sjálft í bara svo hræðilega ástandi og svo erfitt að segja allt sem það var að hugsa af því að það var bara þungt fyrir fólk að heyra. Þannig að það hjálpaði alveg hrikalega mikið, það hafa hann, sko, og ég er mjög þakklát honum. Og við höfum alveg geta alltaf bara farið aftur til hans og hringt í hann og heyrt í honum og þannig að, já, ég á honum alveg bara margt að þakka. Mér langaði svo að spyrja þig hvernig þú upplifir það að þetta fari í fréttirnar og þetta verður svona stórt, þú veist, einhvern veginn að allir vita svolítið af þessu. Hvernig var það fyrir ykkur? Ég er fyrst og fremst mjög þakklát að ég heyri þetta frá fjölskyldunum minni áður en ég sé því í fréttum og fyrir að hugsa hluti. Þetta fer mjög hratt í fréttirnar, það ekki? Það er náttúrulega bara, þú veist, aðrir sem vita þetta á undan okkur í rauninni, sem eru þetta búin að koma að og eitthvað og svo þegar ég fór að sjá fréttirnar, eftir að ég var búin að fá þessa tilkynningu, þá tók mér bara einn dag að ákveða að ég ætla bara að deila frá mér áður en fólk er kannski farið að nafngreina eða eitthvað svona. Einmitt. Og farið að giska inn í eyðurnar og svona. Akkurat. Ég var bara svona, ég vil ekki að aðrir séu að hugsa á mikið hver þetta getur verið. Ég vil ekki að ég þurfa að sjá þetta frá þriðju manneskju eða að fólk sé að fara að ringja okkur og allt í lagi með ykkur og er þetta nokkuð þið. Þú veist, senda okkur eða eitthvað. Svo ég tók bara þá ákvörðun. Ég er búin að posta frá mér núna, ég setti bara mynd í story af mér og honum og skrifaði langan texta og bara post og það fer allt á hvolf. Ég veit það og ég get ímyndað mér þegar það fer í fréttirnar að sé alls konar fólk sem þið þekki ekki sem hefur samband við ykkur og segir eitthvað. Já, bara þú veist, fólk sem er kannski að followa mig og er ekkert í samskiptum við mig endilega, það er að senda á mig. Ég man að allir mínir nánustu hringdu í mig að fyrra bragði. Já, akkurat. Og þetta var bara komið mjög langt og þú veist, ég vil líka bara þakka öllum vinum og vinkonum í kringum mig sem komu og sátu með mér. Bara fyrstu nokkra dagana, voru að mata mig, voru að hjálpa mér með allt, bara eitthvað sem ég gat ekki gert fyrir sjálfa mig og bara tókuðu á sig að keyra svo við þyrftum ekki að keyra og eitthvað svona. Maður þarf eiginlega hjálp eins og maður sé lítið barn. Og maður er svo þakkláttur fyrir þetta fólk sem bara algjörlega bara droppaði öllu og bara einhvern veginn kom bara og var. Já, bara tók sér frí í vinnunni, bara ég kemst ekki í vinnunni, þú veist. Og þetta var svo magnað að upplifa þetta, því að þú veist, maður segir hverjir eru nálægt, þú veist,
nánir manni og actually þeirra staðar, þú veist, þegar maður er að gangi í gegnum eitthvað erfitt. Já. Og ég fekk bara, vá, ég valdi réttu vinnuna. Já, og ég fekk það líka svo Þetta var svo góð mikið. tilfinning, bara, Oh, og líka, systir mín var í Pakistan, Já. þegar það gerist, og Já. koma henni heim, Já. kaupa miða, já, fara í gegnum eitthvað, þú veist, að því maðurinn hennar mátti þá ekki koma, við vorum að reyna að sækja fyrir hann líka bara svona neyðarvísa og eitthvað svona, og vinkona mín sá það allt Já. fyrir mig. Ég Já. bara, ég fyllti bara í það sem ég þurfti að fylla. já, Hún bara, ég skal bara græta, og það leyfði Já. enginn okkur að lyfta upp fingri. Já. Það var matur til alltaf, já, það var allt hreint, það var alltaf umgangur í húsinu, við vorum aldrei ein, nei, akkurat, bara sumir gistu bara sem gátu haft fyrir því og bara plássið og eitthvað svona. fannst þér þú finna fyrir því þegar þetta var ekki lengur? Já, Já. mínar allavega vinkonum mínar voru mjög duglega bara, hæ, viltu hittast, viltu brjóta daginn niður, viltu koma í göngutúr, viltu Já. fara út að borða, Einmitt. þú veist, allar næstu vikur og eitthvað svona, ennþá bara eitthvað, ég veit að þetta er minna Já. núna auðvitað, Já, og það er náttúrulega bara eðlilegt. það er bræðilegt, Já, algjörlega. og þú veist, ég hef alveg stundum fengið bara eitthvað svona mjög sjálfsælska að hugsa bara, Já, vá, okkur er fólk ekki ennþá að heyra í mér. já, Já. ég líka sko, Já. og ég þurfti alveg að fara, þú veist, ég þurfti bara að segja við sálfræðinginn minn, ég bara eitthvað, ég veit að fólk þarf að vera í sínu lífi, Já, akkurat. En sko, því lengri tími sem fer frá því að einhver kveður sem er svona námanni, Já. því meira saknar mann hans. Þú veist, maður er ekki að sakna manneskjuna minna Nei, alls ekki. þótt að tíminn líði, og stundum hugsa ég bara, vá, þessar vikur eins hræðilegar það voru, að það var bara svo mikill kærleikur og svo mikill samheldni. Já. Og þú veist, það er eiginlega skrítið að segja, en þú veist, þessi tími þegar ég hugsa hann, þá var ég bara, það var svo gott hvað maður fann fyrir öllu fólkinu sínu. En ég er ótrúlega, og ég get ekki sagt það nú oft, ég er svo ótrúlega þakklátt fyrir fjölskyldan okkar og vin okkar Akkurat, já. og bara fólk sem er haft samband og heyrt í okkur og gerir hann, en auðvitað, þú veist, breytist þessi stuðningur bara og það er bara eðlilegt, en munið samt að heyri í fólkinu ykkar Já. sem að hefur mist, og þótt þessi tími liðin, þá er maður samt alltaf með þau í huga og þú veist, maður gleymir þeim ekki og það má spyrja, það má tala um þau. Aldrei tabu að spyrja, bara endilega að Ég tala um. elska þegar fólk segir, manstu þegar Gunnar gerði þetta, og segir mér, og sérstaklega þegar segir mér sögur þegar ég var ekki á staðnum með Já, eitthvað svona sem ég finnst eiginlega bara svona nýtt fyrir mér að heyra, það er bara, mér þykir svo vænt um það. Sammála, ég er alveg 100% sammála. Já, en það er líka mjög fallegt hvernig þið fjölskyldan hafi búið til vettvang fyrir fólk til þess að geta komið og sýnt þú veist, sýnt sína bara samúð, eða þú veist, komið og sjálft farið að syrgja, út af því að stundum vantar það líka, þú veist, þessi vettvangur fyrir fólk, þú veist, hvað á ég að gera til að hjálpa það, hvað á ég að gera til að vera til staðar, en þegar þið búið til þetta fyrir fólk, eins og þið voru með á veitingastaðnum, á Sjálfumar, og líka þegar þið voru ekki með ljósagöngu. Jú, á hérna dánardaginn hans sem sagt 30. október, þá mamma náttúrulega fór var í fréttunum með mitt dánardaginn og allt þetta og þar bara auglýsir hún fyrir allt Ísland í rauninni að hún vill ganga og býður öllum að ganga með sér og ég man ég var í vinnunni ég sat á kaffistofunni, allt starfsfólki í kringum mig og ég var bara með heyrnartólin mín grátandi, enginn að skipta sér að, þau vissu bara hún er í sínu mómenti og ég fæ bara, ég þarf að plana göngu núna. Já, já, pítu. Allt í lagi, ég skal, jæja, allt í góðu. En þetta er svo mikilvægt, út að fólk oft veit ekki hvað á að gera og bara það að geta mætt eitthvað eða gert eitthvað á þennan hátt, að þá getur þú veist, sýnt það með þessum hætti, bara, þú veist, við höfum haldið til dæmis Gunnakvöld alltaf jólin bara fyrir vin og fjölskyldu. Já, og bara það að fólk fá að koma í garðinn og koma með kerti og hérna syngja upp á jólalagans og eitthvað svona, að bara að fólk fái einhvern veginn svona physically að gera eitthvað, koma eitthvað, mæta eitthvað, ég held að það sé mjög mikilvægt. Og það voru mitt bara 100 manns sem mættu og bara, ég horfði yfir fólksfjöldan og ég bara, ég þekki ekki helmingina, þú veist, ég fekk bara wow, og ég man, að því við gengum bara nákvæmlega sömu leið, ég og Shahan, bróður minn, vorum fremst að því að hann kunni nákvæmlega leiðina. Leiðina sem hann fór, þegar hjólaði hana að fótboltavellinum og á slaginu 5 göngum við svo þaðan á Sliðstað
og þar setjum við öll kertin þar sem hann deyr og þetta var bara svo fallegt, það var búið að vera mjög fallegur dagur líka, það byrjaði ekki að rigna fyrir við vonum þarna búin að leggja kertin niður í rauninni, en bara að geta mitt upplifað hans seinustu spor sem var ótrúlega erfitt en svo fallegt og svo styrkjandi á sama tíma. Já. Hvað voru margir tilbúin að taka þessi skref með okkur og bara já, þetta var bara ég held við munum gera þetta bara núna árlega. Já. Ég held að þetta verður alveg svona árlegur hlutur hjá okkur og örugglega bara alltaf þeir sem vilja koma velkomnir og ég man ég hafi bara nokkra daga til að plana þetta og ég sat alveg bara smá bara eitthvað, ok, þetta örugglega fara að vera fullt af fólki, hvað á ég að gera? Já. Og Bolli, presturinn, Já. hann heyrði mér að fyrra bara hæ samar, Já. mér langar svo að geta hjálpað, er það eitthvað sem ég get gert? Já. Ég var bara, oh my god, Já. já takk, Please. og ég sendi honum bara allt sem ég var búin að ætla mér að vilja að gera og eitthvað svona og hann bara, viltu ekki bara koma að funda með okkur í foreldrafélaginu í Raunvallaskóla? Já. Og ég bara, jú, Já. takk. Já. Og þar bara, þú veist, svoleiðis sem þau tóku bara í taumana Já. og ég fekk bara svona smá að slappa af. Já. Þú veist, heilið mér fekk bara svona, ok, þú getur Já. aðeins bara svona, relax now girl, bara, sko. Það er nefnilega máli, maður já. þarf að geta Akkurat. þykkt þessa hjálp Já, og sagt já, þú veist, þú þarft ekki að gera allt akkurat. í þessu ferli, Já. sko. Og allt í einu voru þau bara, já, við útlöndum bara kertum fyrir alla, kaupa bara x mikið og svo var allt í einu haukaheimilið, Já. búin að bjóða okkur veislusalinn sinn sem er náttúrulega mjög stærri enn í kirkjunni einmitt. og bara, við þurftum ekki að lyfta fingri. Nei. Það var matur í boði, það var búið að opna fyrir svæðið, það var bara, þetta gekk allt svo vel Já. og bara ég vil aftur þakka ykkur innilega fyrir alla hjálpina. Og ég man líka það sem ég fekk bara svona vá, að því að þú veist, ég náttúrulega hef verið að gera fullt fyrir fjölskylduna síðan þetta gerðist og kannski sjálfsagt að hugsa því ég náttúrulega ég er að gera þetta bara alveg bara sjálfsagður hlutur en stundum er maður bara svona nenni smá bara að sýna mér þakklæti líka, þetta er erfitt. Já, já. Og man eftir gönguna þá löpum ég og pabbi saman tilbaka heim og bara, ég er búin að vilja tala við þau mjög lengi ég bara, já hvað, bara takk, Já. þetta hefði ekki verið hægt án þín og ég man, ég fekk bara svona Já. Þetta sem þú þurftir. já, Ég fann það sko fyrstu vikunar, ég var alveg búin að gleyma þið bara þannig að þú ert að segja þetta. Fyrstu mánuðina örugglega sko, í langan tíma þá átti ég mjög erfitt að segja takk við fólk. Ég veit ekki hvað var. Ég var svo mikið skuggi af sjálfri mér og ég átti svo erfitt með að hugsa og þegar fólk var að gera eitthvað fyrir mig þá langaði mig, ég hugsaði oft eitthvað svona já ég verið að þakka þeim eitthvað. Ég bara gat það ekki. Ég veit ekki af hverju það var ótrúlega skrítið og þú veist svo seinna þá þú veist gat ég sagt við bara fólk bara eitthvað bara guð mig góður takk fyrir bara allt sem það hafi gert og en ég bara átti eitthvað erfitt með að vera eitthvað svona takk, ég held að var bara út að þetta var svo mikið að vera að segja endalaust og allir eitthvað takk, þú veist ég veit það ekki. Ég er búin að tilenga með það bara að við hvert einasta tækifæri bara takk, Já. bara 1000 þakkir. Já. Ég kann að metta þig, ég elska þig bara, ég er bara hér sko, líka þess sem er Reykjavík og marathoni, við erum náttúrulega hlupum mörg fyrir hann þá og minningarsjóðinn og ég man bara vinkonu mín var búin að segja við mig fyrir löngu, mér langar svo að hlaupa fyrir hann. Já. Er það hægt? Já. Ég eitthvað, örugglega, þú veist, Já. ég vissi ekki neitt. Já. Svo 2 vikum fyrir marathonið, þá segir önnur vinkona mín, kallinu mínum langar svo að hlaupa fyrir hann, en ég sé ekki minningarsjóðinn á síðunni og ég bara, Já. þarf ég að skrá hann? Ég var bara Já. hér 2 vikum fyrir hlaupið, sko. Já. Og hún bara já, og þá fyrir ég að heyra í, þú veist, bara öllum sem koma þar að og bara eitthvað, og kemst að því að skilafrestur, eða þú veist, umsóknarfrestur í rauninni til að setja inn sjóðinn sinn er liðinn og eitthvað svona, ég bara, og þetta var föstudagur, Já. og ég var bara, please, Já, það já, er svo já. margir sem vilja hlaupa fyrir hann eitthvað hérna. Ég auglýsi, mömmur vina Ibrahims, að því ég er í svona mömmuhóp með þeim, og svo fyndi ég systir hann svo í mömmuhópanum. Ég auglýsi þar inn á bara eitthvað, hæ, hérna er minningarsjóður endilega heitið á og þá var mamma búin að ákveða líka henni langaði að hlaupa 10 kilometra fyrir hann og ég var búin að skrá mig og bróður mín í skemmtiskokki og það var ennþá bara svona, vissum ekki alveg hverjir vildu hlaupa og hverjir vildu bara styrkja og svona. Heyrðu, allt í einu voru bara
hátt í 50 manns Vá. búnir að skrá sig til að hlaupa fyrir honum og mömmurnar bara fyrrabáði Mhm. getum við ekki bara öll hlaupið með einmitt vinum hans og þú veist Já. við hlaupum bara all skemmtiskokk og við getum verið Já. að hjálpa þér að auglýsa og eitthvað svona Já. og ég bara, jú, auðvitað, það væri geggjað Já. og á 2 vikum þá náðum við svo hárri upphæð Mhm. í söfnun og þetta var bara magnað og svo var ég bara, mig langar að hafa bóli, hvernig Já. ger ég það Já. allt í einu er hérna erum við í Hilti EHF heitir þetta Mhm. ég heyri þeim að fyrra bragði bara hæ, getur þú gefið mér einhvern afslátt ég þarf alveg að panta cirka 50 bóli hjá þér og hann bara, ég ætla bara að gefa þér þetta Mhm. og ég bara, hó, og þetta var bara hvíti bóli skilur Já. og fyrra bragðis heyrir hann og sendir bara, ertu búin að ákvæða hvað þú vilt láta merkja Mhm. vinu minn hérna í hérna art og text þú getur heyrt í honum hann er örugglega tilbúin að græta fyrir þig og þetta var sko á 3. degi fyrir hlaupið Einmitt. sem ég græja bóli, skilurðu Mhm. auðvitað get ég græja þetta fyrir þig, komdu til minn, hittu mig Mhm. og eitthvað svona og hérna, og ég var bara, vá Já. þú veist, það sem fólk stendur saman Bara það er svo fallegt. svo fallegt Já. og ótrúlega þakklátt þeim Já. líka og bara endilega ef einhver þarf bóli eða merkingar heyrið í þeim og hérna við vorum bara öll komið með bóli Mhm. degi fyrir marathon Mhm. með merkingum og vorum bara risastór hópur og maður sá bara við erum að hlaupa fyrir Ibrahim og þetta var bara svo fallegur dagur og þetta er einmitt eitthvað sem ég byrjaði að græja bara 2 vikum Einmitt. fyrir og þetta varð svo stórt og fallegt út af öllum í kringum okkur Mhm. hvað þau komu til staðar og stóðu með okkur og hjálpuðu og já, aftur svo þakklátt öllum vinum og ættingum Já. sem eru svona tilbúin að standa við baki á Já. okkur fyrir allt, í gegnum allt sem við gerum Er eitthvað svona að lokum sem að þið langar að segja eða langar að miðla? alltaf svo maður sem við erum búin að segja og svona Mhm. kannski bara einmitt að ef þið eru að ganga í gegnum sorg bara verið duglega að tala um það ekki gera það tabú að tala fólkið sem er dáið í kringum ykkur ég veit að færi mér rosa mikið styrk að tala hann upphátt og ég veit að gera fyrir þig líka Já. og ég held að bara því meira sem þið tala hann eða tala aðilann í kringum ykkur því meira aðilinn nálægt eða þú veist þið finni meira fyrir orkunni það er eins og þau eru partur af öllu sem þau eru að gera já, bara verið dugleg að minnast þeirra í daglegu tali og ekki kópla ykkur út úr heiminum reynið að leita hjálpar Það er alls konar hjálp til. já, alls konar hjálp til sé það í vinum og ættingum eða sé það sálfræðingur eða einhver randamanni skjóti í bæja því að þið viljið bara koma sér frá ykkur bara verið dugleg það munar öllu Já. já, og grátið ef þið þurfið bara leiðið ykkur Má að gráta. það má, Og takk fyrir að koma. það var svo gott að koma til þín Já. Mér finnst bara að hlýja mér alltaf að heyra sögur á honum og hvernig hann var og maður sér það á myndböndum og svona sem þú deilir, hvað hann var ótrúlega lífsglaður og fallegur og svona yndislegur. já, Já. það minnum alltaf eitt hérna vídeo á honum eins og fyndið bræður mínir elska brokkoli Já. já, eitthvað vídeo Það er mjög fyndið að elska brokkoli elska þegar maður- brokkoli Já. sem krakki Já. mamma lét okkur alltaf borða bara allt þegar við vorum krakkar Já. og hérna hann og systir mín sita eitthvað og systir mín er eitthvað svona að hugsi hvað hann á að fá sér að borða og hann spyr eitthvað hvað viltu borða? Hún eitthvað gott Já. og hann eitthvað brokkoli Kannski brokkoli. Bara af öllu. já, af öllu Já. þetta er bara eitthvað svona já, Ég ætla líka að fá að segja endilega fylgið samar já á samfélagsmiðlum. Þú ert ótrúlega dugleg mjög að dugleg að deila deila hvað þið eru að gangi í gegnum og mér finnst það bara oft mjög hjálplegt að sjá hvernig þið gerið þetta út af því að það er líka eitthvað sem að, já, það er eitthvað sem að hjálpar mér oft að sjá hvernig aðrir fari gegnum sorgina og það stundum er maður bara svolítið týndur sko. og einmitt, mér finnst mjög gott eins og þegar við tölum saman Já, að geta talað með fólk sem er að gangi gegnum svipað það er rosalega það gott. hjálpar mjög mikið Já, út af því að eins mikið og
alls konar fólk hjálpa manni, að þá náttúrulega bara mjög erfitt að sitja í Sporin, þessi já. spor, sko, að missa barn úr fjölskyldu bara, Já. það náttúrulega bara öðruvísi heldur en, já, annað. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig.